Þau urðu endalok hinnar langþráðu ungmennafélagsskemmtunar að pilturinn komst á snoðurum að Sigrún María var í dáleikum við bílstjóra þeirra vegavinnumanna og hefst nú 11. kafli. Þannig hafði hamingjan yfirgefið hann á miðjum sólmánuði og sorgin tekið sér bólfestu í hennar stað, breytt sjóndeildarhringnum og snúið sumarlitum jarðarinnar í fölgræna mosku. Dagarnir hættu að anga og læddust hljóðlega fram hjá honum, en kvöldin vörpuðu þungum skuggum á hjartað og létu engil tregans rifja upp allar þær minningar sem vöktu beiskju og sviða. Hann var viss að Guð hefði aldrei áður lagt slíkar þjáningar á nokkurn mann. Það hvarflaði jafnvel að honum að stytta sér aldur. Hann studdist við orfið sitt niðri í mýrinni, horfði ofan í djúpan, laumulegan pytt og ákvað að láta skríða til skarar í kvöld, þegar faðir hans og systkin væru farin heim af engjónum, kveðja þetta tilgangslausa líf og stinga sér á höfuðið í pyttinn. Honum vöknaði augu, hvílík örlög. Hann hugsaði jarðarförina sína, líkræðuna og grátinn, spurði sjálfan sig hvort Sigrún María mundi fylgja honum til grafar og hvernig hún mundi bregðast við andlátsfregninni, gerði sér hvað eftir annað ferð að pyttinum og felldi nokkur tár í leyni. En þegar leið á daginn og kveðjustundin nálgaðist, tók hann eftir því að vatnið var bæði gruggugt og morandi í brúnklukkum. Hann hafði ævinlega haft ógeð á brúnklukkum, svo að hann hætti við að stytta sér aldur kvöldið. Það hlyti að vera miklu hreinlegra að drekkja sér í einhverjum hylnum norður í ánni, ef hann gæti þá verið óhultur að vegamennirnir fyndu ekki líkið. Móðir hans var farin að hafa orð á því hvað hann væri þögull og listarlaus, kinnfiskasoginn og tekinn til augnanna, þegar hann fékk böggul og póstkröfu frá Vikuritinu í Reykjavík. Hann flýtti sér að ná í pennastöngina sína og blekbyttuna, þreif böggulinn, settist út í horn í baðstofunni og skrifaði stórum stöfum: endursendist. Síðan lét hann þess getið að útgefendurnir hefðu líklega ruglað saman nöfnum, hér væru misskilningar að ræða, og honum hefði aldrei komið til hugar að gerast kaupandi að Vikuritinu, það væri svo ómerkilegt. Hann lá andvaka nóttina og rifjaði upp fyrir sér ákveðið ferðalag, hlustaði á engil tregans og sá líki sitt byltast í iðunni undir fossinum. En daginn eftir fann hann óvænta breytingu á hjartslætti sínum. Það var orðið langt síðan hann hafði náð í almennilega bók. Í rauninni hafði hann ekkert lesið að gagni í marga mánuði, því að hugurinn hafði sífellt snúist annað. Hann brýndi ljáinn, tugði safaríka stör og hét því með sjálfum sér að láta ekki tómstundirnar í vetur renna út í sandinn. Hann skyldi lesa og lesa. Hann skyldi festa kerti á rúmstólpan sinn, vaka frameftir á kvöldin, ljúka við hverja bókina á fætur annari og skrifa hjá sér allt sem honum þætti fallegt og merkilegt. En hvernig ætlaði hann að ná í þessar bækur? Ætlaði hann kannski að reyna að fá þær að láni, þjóta hreppinn eins og bettlari og verða sér til allægis? Hann gæti í mesta lagi séð að fá 1 krónum til bókakaupa þegar féð yrði rekið til slátrunar. Og ef hann þýti hreppinn, mundu bændurnir kíma í kampinn og taka vel á öllu. Og honum væri velkomið að fá postilluna þarna, ef hann vildi, sömuleiðis markaskrána. Allt í einu varð honum ljóst að hann ætti á hættu að verða þunglyndari og örvilnaðri en nokkru sinni fyrr, ef hann yrði heima hjá sér í vetur. Nei, það væri réttast að hefna sín á Sigrúnu Maríu
með því að fara burt úr þessari ömurlegu sveit, fara til Reykjavíkur og freista gæfunnar. Honum leiðist eitthvað til fyrir sunnan. Hann gæti lesið óteljandi bækur, lært tungumál, ort sorgarljóð og hitt ritstjóra að máli. Ef til vill tækist honum að koma sorgarljóðanum á prent ásamt mynd af sjálfum sér, fölum og hyggjuþungum. Ef til vill kæmi hann heim að vori í nýjum fötum og hefði tugi bóka meðferðis. Það bærist út sveitina að hann hefði getið sér góðan orðstýr í höfuðstaðnum og vakið á sér athygli með torskildum og angurværum kvæðum. Maðurinn byggi vist yfir duldum harmi. Hann gleymdi sviðanum í brjóstinu, kepptist við að slá stargresi og tilkynnti foreldrum sínum kvöldið að hann hefði ákveðið að fara að heiman í haust. Hann ætlaði að vera fyrir sunnan í vetur. Einmitt það, sagði faðir hans. Bjóst hann kannski við því að hann fengi eitthvað að gera í kreppunni og atvinnuleysinu? Hélt hann kannski að menn gætu lifað á loftinu í Reykjavík? Ég fer, svaraði hann og lét öngvan bilbug á sér finna. Faðir hans spurði hvar hann ætlaði að búa, hvað hann ætlaði að hafa fyrir stafni og hvernig hann hefði hugsað sér að draga fram lífið á mölinni, peningalaus og allslaus. Móðir hans tók hann á eintal nokkrum dögum síðar og reyndi að leiða honum fyrir sjónir að hann væri of ungur til að fara út í heiminn. Það væri svo margt sem gleypti og afvegaleitt í Reykjavík. Hann skyldi bíða í 1 eða 2 ár, hver veit nema tímarnir breytist. En rök þeirra, bænir og fortölur báru öngvan árangur. Það var eins og einhver innri rödd hvíslaði því að honum að hann skyldi bjóða öllum erfiðleikum byrgin. Og vonbráðara var hann farinn að skunda í huganum þráðbein stræti, raflist og björt, reika milli nýstárlegra húsa og gefa sig á tal við ókunnugt fólk. Jörðin sté smám saman út úr henni fölgrænu mósku. Fífan veifaði hvítum hnoðrum í árdegiskuli, engjarósin drúpti á lognværum kvöldum í ágúst. Loks mátti aftur finna ljúfa angan berast yfir teginn þegar sólskinið þerði náttfall af lyfjagrasi og mjaðarjurt. Hann sveiflaði orfinu, heimsótti ósýnilegan ljósmyndasmið, varð djarfur og einbeittur á svip eins og honum væru allir vegir færir, því að myndin átti að birtast í víðkunnu tímariti ásamt löngu kvæði ungan fullhuga. Kvæðið gæti til dæmis hafist á þessum orðum: Ég mun klifra hjalla af hjalla, horfa yfir veröld alla, öngvir fjötrar aftra mér. Hann hætti snögglega að slá og leit í kringum sig í mýrinni, rjóður og bljúgur eins og sakborningur. Guð almáttugur, hann hafði blístrað. Og hann hafði ekkert hugsað Sigrúnu Maríu í gær eða fyrradag. Hann hafði jafnvel verið farinn að yrkja einhvers konar hetjuljóð fyrir tímarit í höfuðstaðnum og gefa sig á tal við ókunnuga stúlkur. Hvað hafði gerst? Var hann svona óstaðfastur í sorginni, svona hvikull og sveimhuga, svona fljótur að gleyma? Hann slaknaði í herðum, fann ofurlítinn sársauka í brjóstinu, sveiflaði orfinu hægar en áður og einsetti sér að vígja líf sitt trega og harmi. Aldrei skyldi hann líta glaðan dag, aldrei skyldi hann reyna að brosa né hlæja. Þinn til dauðans. Hann skyldi ávallt vera eins og fugl sem hefur týnd söng og sundi, eins og auðmjúkt kalstrá sem getur aldrei framar vaggað mjúkum öxum í sólskininu. Ef til vill væri réttast að bregða sér norður að ánni og steypa sér í hylinn undir fossinum, hvíslaði hann klökkur og horfði á jaðrakan sem flögraði yfir blánum og þekkti ekki sorgina. En skömmu síðar var hann aftur farinn að blístra og skunda þráðbein stræti í huganum.
12. kafli. Sumarið leið. Það var kyrrt á himni og jörðu, daufur snjógrámi á fjarlægum tindum og nýtt haust í lynginu. Hann lét gránagamla ráða ferðinni og virti fyrir sér þögul holtin, bleik og gul, rauð og ljós, eða starði á eftir helsingjum sem flugu kvakandi til suðurs og hurfu loks inn í góðviðri ský yfir fjallinu. Ósjálfrátt fór einhver strengur að titra í brjósti honum, blítt og angurvert eins og strengur á viðkvæmu hljóðfæri, því að hann var einnig að kveðja og yfirgefa. Hann ætlaði að leggja af stað til Reykjavíkur á morgun. Og hvernig hafði þetta sumar liðið? Hann var bæði undrandi og gramur. Það hafði alls ekki liðið. Það hafði flogið frá honum eins og tilgangslaus draumur sem skilur ekkert eftir. Hann hafði sólundað vikum og mánuðum í fánýtt hugarvíl, kvalið sjálfan sig í vöku og svefni, reyrt sig í ímyndaða fjötra og verið að því kominn að stytta sér aldur. Hvílík heimska. Hann hafði varla gefið sér tíma til að horfa á mjaðarjurtina, fífuna og lyfjagrasið, horfa á borgirnar í kvöldróðanum eða hillingarnar kringum jökulinn, horfa á regnbogana yfir mýrinni eða sólhvítu skýin sem námu staðar á kyrrlátum himni til að spegla sig í lindum og hyljum. Hann hafði naumast tekið eftir vallhumlinum á kálgarsvegnum eða blómunum á kartöflugrasinu sem skínu við honum eins og stjörnur þegar hann kom heim af engjónum í rökkri á kvöldin. Og nú var allt að blikna og sölna. Nú var hann að kveðja þessa sveit sem honum hafði fundist svo óendanlega döpur og ömurleg í sumar. Hann fór að brjóta heilan verntanlega dvöl í höfuðstaðnum og hnyklaði brýnnar, kreisti hnútinn á beislistömmnum og fann einhvern efa og geig blandast saman við hljóminn frá strengnum í brjósti sér. En því næst rétti hann úr sér, blístraði lagstúf og danglaði fótunum við síður hestsins eins og hann hefði þegar skilað sér yfir örðugasta hjallan og sigrast á kreppu og atvinnuleysi. Já, hann skildi sýna hvað hann gæti. Hann skildi ekki gefast upp. Hann skildi berjast til þrautar. Hesturinn hvatti sporið, hringaði makkann og blakaði eyrunum, því að götuslóðin nálgaðist fáeina svarta flekki á jörðinni, þar sem vegamennirnir höfðu tjaldað í sumar og skilið eftir krúsir og rusl, tómar flöskur, glerbrot og skóræfla. Það var einhver á ferli, skammt frá vaðinu á ánni, einhver sem kom utan af lyngheiðunum í ljósri blússu og teinóttu pilsi, hélt á dálitlum pingli í annarri hendinni og veifaði glaðlega. Ætlarðu ekki að heilsa mér, drengur? Hann hefði helst kosið að flýja, keyra gránagamla út af slóðanum og hraða sér í hvarf. En honum varð ekki undan komið auðið því að Sigrún María hélt áfram að veifa til hans og kalla, gekk jafnvel á móti honum og spurði hvort hann væri blindur. Hann fann hvernig rödd hennar smeygði sér inn í brjóstið, hleypti öllu í uppnám og vakti bæði glit og bergmál í hjartanu. Hann var skyndilega orðinn áþekkur bandingja sem hefur aðeins slitið fjötrana til háls. Sæll, sagði hún hlæjandi og kippti honum að baki. Ég hélt þú væri sofnaður á klárnum. Hann starði höggdofa á hana og kom ekki upp nokkru orði. Hvað er þetta? Sagði hún. Ertu orðinn mállaus? Nei, sagði hann og starði eins og áður. Þú heilsar mér ekki, sagði hún. Þú glápir á mig eins og ég væri eitthvert furðuverk. Hann leit undan og þóttist vera að lagfæra beislið á hestinum. Var þetta Sigrún María? Gat það á sér stað að þessi ófríða, holduga og klunnalega stúlka hefði látið jörðina snúast frá hausti til vors og hjúpast grænni munarblíðri hulu eins og óttuskeið snemma á sólmánuði. Gat það á sér stað
að hann hefði legið andvaka nótt eftir nótt, grátið og harmað, þjáðst og örvænd út af þessu feita, búlduleita og svipgrunna andliti sem minnti á nýmjólk og ost. Hann hallaði sér upp að hestinum og vissi ekki hverja hann átti að trúa. Það var eins og hann væri að ranka við sér eftir sjónhverfingar. Óskup ertu gugginn og rotinpúrulegur, sagði hún. Hefurðu verið lasinn? Nei, svaraði hann. Finnst þér ekki einkennilegt að við skulum hittast hérna aftur, sagði hún og lækkaði róminn, færði sér nær honum og strauk lokka frá enni sér. Ég man svo vel eftir deginum í fyrra þegar þú reiddir mig yfir ána. Þá var ég líka að koma frá Gili. Og veðrið var alveg eins og núna. Jæja, sagði hann. Það er skrítið að við skulum hittast hérna aftur, hélt hún áfram og vingsaði pinglinum. Þá komstu ríðandi upp með ánni, en núna kemurðu ofan af móum. Þarna sérðu hvað ég hef gott minni. Já, samþykti hann, fyrir má nú vera. Hún nam hljóminn í rödd hans, þagði nokkra stund og virti hann fyrir sér, en smám saman dýpkuðu spékopparnir í vöngum henni og augun vörpuð á hann grænum leiftrum. Þú sveikst að dansa við mig á tombólunni í sumar, sagði hún. Ég var búinn að lofa að dansa við þig kvöldið, en þegar ég fór að gá að þér, þá fann ég þig hvergi. Fórstu kannski að gá að mér í skóginum, spurði hann. Í skóginum, endurtók hún og hallaði undir flatt eins og hún þyrfti að rifja eitthvað upp fyrir sér. Nei, þangað fór ég ekki. Það var gott, sagði hann. Þú hefðir líklega orðið hrædd við kóngulærnar. Hún hætti að vingsa pinglinum sínum, dustaði mosakló af erminni og saug upp í nefið. Heyrðu Mundi, af hverju ertu svona vondur? Ég er ekkert vondur. Jú, víst ertu vondur, sagði hún og gaf honum hornauga. Ég veit ekki til þess að ég hafi gert þér neitt. Ég ekki heldur, sagði hann og leit ósjálfrátt á blettina þar sem tjöld vegamannanna höfðu staðið. Hann hafði keypt brjóstsykur, ort kvæði, týnd glemmirey, ljósbera og mjaðarjurt, handa þessari tilgerðarlegu og þétt vöxnu stúlku, sem hélt enn að hún gæti vafið honum fingur sér og haft hann að leiksoppi. Hann hafði hagað sér eins og álfur á tombólunni í sumar, eldan á röndum, stokkið á eftir henn út í skó, hatað bílstjóran og ráðgert að drekja sér í einhverjum hylnum. Honum fannst þetta allt í einu svo hjákátlegt og fjarri öllum sanni að hann gat ekki stillt sig að brosa. Sigrún María ókyrrðist og gaf honum aftur hornauga. Að hvað rétt að hlæja? Spurði hún. Öngu, svaraði hann og horfði á eftir tveimur straumöndum sem flugu upp með ánni eins og í fyrra. Hvers vegna getur það ekki verið almennilegur? Spurði hún. Þú fest ekki til að segja manni neinar fréttir og svo ferð að hlæja og flissa eins og hálfviti. Heyrðu, sagði hann, þú þarft að komast yfir ána. Ég veit það, sagði hún. Ætlarðu ekki að reiða mig? Jú, þér er velkomið að fá hestinn. Kannski þú fylgir mér líka upp á heiðina? Nei, ég má ekki vera að því. Og hvað þarftu að gera? Ýmislegt, svaraði hann. Skelfing ertu leiðinlegur, sagði hún og hristi höfuðið. Viltu halda á bögglunum mínum með því fer á bak? Hann tók við bögglinum og horfði á eftir nokkrum helsingjum á oddaflugi til suðurs, uns hún spurði hvort honum þætti ekki betra að vera fyrir aftan, svo að hann gæti haldið utan hana ef hann svimaði í straumnum.
Nei, ég býð hérna, svaraði hann. Þú stuggar við klárnum þegar þú ert komin yfir. Ha, sagði hún undrandi og skildi ekki hvað hann átti við. Eigum við ekki að tvímenna? Rödd hennar var skyndilega orðin svo einlæg og hlý að hún myndi hann aftur á vorblæ sem þýtur yfir engi. Hann kenndi til í brjóstinu eins og andstæð öfl væri að togast á hjartað, en síðan sleit hann upp pundstrá og leit snöggvast á blettina þar sem tjöld vegamannana höfðu staðið í sumar. Ég ætla að bíða hérna, endurtók hann. Og klárinn, sagði hún, hann stekkur kannast út í buskan. Nei, það er engin hætt á því, hann er svo þægur. Já, en hvað á ég að gera ef mig svimar? Þá skaltu bara loka augunum og halda þér í faxið. Jæja, vertu sæll. Ég ætla ekki að destra þig lengur, sagði hún þóttalega og hnykkti til höfðinu. Það er þér að kenna ef ég detti í ána. Hún stökk að baki þegar hún var komin upp á bakkann hinum megin, rak hestinn út í strauminn og danglaði í hann með pinklinum sínum. Þú færð aldrei að vita hvað ég ætlaði að segja þér, kallaði hún að skilnaði, en gekk því næst hröðum skrefum upp frá árbakkanum, leit ekki öxl og hvarf bak við lyngrauðan ásinn. Pilturinn hélt áfram að kveðja og yfirgefa. Hann vildi ekki fara heim strax, heldur sveigði gránagamla upp á silfurhvítu mosavöxnu bunguna þar sem fossinn dunaði í slakkanum. Það var eins og hula félli frá augum honum. Hann sá freyðandi vatnið strjúkast við klappirnar, sá kyrrlát skýin speglast í lygnunni, sá lyng og víði, fjalldrapa og birki í nýju máttugu ljósi, skynjaði sömu andra á bliknum laufsins og óbugandi lífsþrótt rótanna, teygaði að sér svalan haustþungan ilminn og fann að þetta land mundi fylgja honum hvert sem hann færi, veita honum styrk og búa í sál hans eins og leynilegur fjársjóður. Hann var ungur, hann var frjáls, hann var leystur úr álögum. Og hann óraði ekki fyrir því að nokkrum árum síðar myndi jörðin breytast á nýjan leik og sveipast fegra ljósi en vorhimnarnir, óumræðilegra gliti en heiðskir sólmánaðarótta, og verða síðan myrk og eyðileg, köld og lífvana, eins og nóttin sem þrengir sér inn að hjartanu